Liður 7 í æfingaprófinu fyrir próf 2. Hér færiband sem við erum að nota í að framleiða eitthvað. Það kemur hlutur hérna S3. Við setjum þetta í gang með S1. Það sjáum við hérna í stigaritinu S1 start og S3. Með því að ég hafi þetta öfugt hérna upp á töflunni áðan. Þannig að þetta þarf ekki alltaf að vera í sömu röð. Það er algjör óþarfi. Setji innri útganginn M1 í gang með set. Færiband M1 fer af stað. Hluturinn kemur að S4. Það sjáu þið hérna fyrir miðju undir R1. Stoppar þar. Þetta kemur hérna inn á reset á M1. Færibandi stoppar hérna og hitarinn kemur inn R1 með því að set á Q3. Og það var eins og ég gerði hérna áður. Hérna Q3 kemur inn R1 eftir hérna Q3 set þegar við S4 kemur á. Ok. Og svo hérna ég með þetta öðruvísi. Sjáðu það að þegar að Q3 komin inn, hitarinn komin inn, þá nota ég snertu úr honum. Ég ekki að stóla á það að E4 S4 sé að gefa stöðugt samband inn á tímalegan. Heldur notaði ég öruggt merki hérna frá Q3 til þess að halda straumi á tímalegan. Eða halda alltaf merkinu inn á tímalegan, þannig að tímalegin telji, þetta áttu að vera 2 mínútur, hefði þetta 20 sekúndur, svo bara hæfilegu tími til þess að prófa þetta. Þegar sá tími liðinn, þá slökknar á hitaranum, R1 fer út með reset hérna, og hérna kemur M2 inn, innri útgangur M2 og bandið heldur áfram, band 1 hérna áfram. Og þá ég búinn að hliðtengja hérna niðri, M1 og M2 sem fara báðir út í ytri útgang Q1. Ok, skoða það hérna svo áfram, hvað gerist svo næst. Og það það að hluturinn heldur áfram frá S4 að S5. Kemur inn á inngang E5, setur seinna bandið í gang og ég fæ snertu frá seinna bandinu Q2 inn á tímaleiða T2 sem að telur 5 sekúndur. Hann á að slökkva tímaleiðin á að slökkva á fyrra bandinu, hann gerir þetta hérna. Hann slekkur á innri útgangi M2 eftir 5 sekúndur. Hérna er tíminn, 5 sekúndur, lengst til vinstri. Þannig að band 1 áfram fer út og Q1 fer út. Svo kemur S5 og settu seinna bandið í gang, snerta úr seinna bandinu ytri útganginum, sett inn á tímalegan og eftir 5 sekúndur slökkt hann á fyrra bandinu. Og svo heldur hluturinn áfram hérna og kemur að S6 og þá á hann strax að slökkva á seinna bandinu, M2 eða Q2. E5 setur inn band 2, band M2 og band motor 2 hérna er hann á tímaleganum, hann slekkur á fyrra bandinu og E6 slekkur strax svo á seinna bandinu. Og hérna þetta 2 snertur úr innri útgangunum, M1 og M2. Gefa samband út á ytri útgang fyrir færiband motor 1, Q1 og síðan ég hérna síðast með stoppróan, hann á að taka út band 2, reset á Q2 og tekur út líka hitaran og innri útgangana M1 og M2. Ok, svo skulum við fara í gegnum allt hitt. Ég búinn að fara á núna yfir stigaritið fyrir þessi 2 færibönd.
lið 7 hérna í þessu æfingaprófi. Nú ætla ég að byrja á byrjuninni hérna, fara yfir það sem eftir er. Sem sagt, það var fyrsta að það var að teikna upp grunnhliðin og skrifa upp sannleikatöflurnar fyrir not, and og or og skrifa búlformúlunar fyrir not, and og or, grunnhlið, það er grunnvirknina. Það næsta var að teikna inn á rásina hvernig að við fengjum hérna, ég breytti sig yfir í and-muniði, en til þess að búa til and-virknina þá þurftum við að nota 2 hlið. Þá fór ég frá 11 og tengdi saman 8 og 9 og færði ypsilonið út á útgang 10. Þá var ég með 2 neitanir sem að upphefja hvora aðra og þá gat ég útbúið and-virknina, grunnvirknina. En samkvæmt þessu hérna er það NAND og þá er A og B merkt og ypsilon er útgangurinn, það er bara 1 hlið þá merkt hérna. Ónotaðir inngangar eru tengdir stystu leið í spennu-gjafaspennu, 1 og 2 og 5 og 6 tengdir niður í mínus og 7 er náttúrulega spennu-gjafaspennan niður í mínus, 8 og 9 tengdir stystu leið í spennu-gjafaspennu af því að þetta er ónotað hlið og pinni 14 tengdur í plúsin líka. Og passa ykkur því ef að við notum ekki einhver hlið í rásinni, við megum ekki tengja útgangana neitt. Þeir eru ótengdir. Ok. Og svo gætum við þurft að teikna líka upp or. Þá myndum við nota 3 hlið. Og þetta fór ég í upptöku yfir heimaverkefni 4. Þar sjáum við hvernig við gerum þetta. Bæði fyrir NAND-hlið og NOR-hlið. En höldum áfram. Við teiknum upp stigariti eftir segulega stýringunni hérna. K5 er tímaliði setni inn og það eru 5 sekúndur á honum. Og þá hérna ef að fylla upp tengiskrána. Setjum hérna startrófana og stopprófinu var komin. Markrófi hérna, markrófar S4, 5, 6 og 7 og þeir eru ýmist normally open eða normally closed, þeir eru I6 og I7, S6 og S7 og síðan eru hérna segurófnar K1, K2 og K3 og K4 og þetta eru allt saman líklega mótorar. Og hvernig við teiknum þetta svo upp, það er þá svona. Höfum hérna, er engin neitun sett á markrófana. Hvorki I4, I5, ekki I6 heldur og ekki I7. Þeir bara eru allir teiknaðir inn í stigariti sem normally open inngangar. Og útgangun er hérna og tímaliðin, hann er bara merktur T1 hérna og hann með snertu hér. Snertu merkt T1 hérna, já. Býttu nú við. T1, ok. Var hún, já, hún var normally open, þannig að það er bara svoleiðis. Þannig að það kemur inn svona. Og síðan er bara stopp rásinn hérna síðast, reset á allt saman. Q1, 2, 3 og 4 og þannig að allir missa þá sjálfhölduna hérna. Ok. Næsta er alveg eins, við bara hérna höfum, býtum nú við, það er, hún er hérna er E-liðurinn, þá erum við með þetta svona, Q1, Q2, tímaliða, Q3 hérna og svo stoppið er hérna næst. Og sjáum við í stigariti hvernig það lítur út. Og, já,
I1 fer á stopp fyrir allt þetta Q1, Q2 og Q3. Ok, jú, það alveg að vera komin tími á þetta. Þá spurning, við höfum tíma á morgun til að klára þetta. Já, þetta var E-liðurinn, að breyta seguliðastýringu í stigarit. Svo höldum við áfram hérna, þetta er E-liðurinn, já. Svo eru spurningar hérna, við höfum að merkja F við tölu sem er float eða floating point tala, I við tölu sem er integer, heiltala, og H við tölu sem er hexadecimal tala og við oktal tölu. Og það sem eru rauntölur með kommu, þær eru floating point eða F. I eru heiltölur, þar sem það kom ekki fyrir bókstafir eða komma. Hér sjáum við að hér er bókstafurinn F inn í tölunni og þá er það hexadecimal tala. Og hér er tala, það er aldrei tölustafurinn 8, þannig að þetta er oktaltala og það er merkt sem sagt með 8 hérna fyrir neðan 5-una. Síðan höfum við hérna bókstaf E inn í þessari tölu hér og þá er þetta hexadecimal tala. Nú, í hvaða stöðu háu eða lágu gildi verður útgangurinn 11 við 23 gráðu hita á Celsius samkvæmt eftirfarandi. Ef hann er í 23 gráður þá er hérna lína sem er með if skipun, if else. If current temperature er meira en 25,5 gráður þá setur hann binna 11 á háttgildi með digital write skipuninni. Annars ef hitastigið er minna en 24,5 gráður þá setjum við digital write skipunina á pinna 11 á lágtgildi. Þannig að ef hitastigið er 23 gráður, minna heldur en 24,5, þá er pinni 11 með lágtgildi, eða þá er hann skrifaður út á pinna 11 lágtgildi. Ok, svo kemur hérna liður G að teikna stigarit eftir formúlu. Hérna er sem sagt raðtenging A sinnum B, svo kemur hliðtenging A plus B og svo höfum við hérna hliðtengingu með sjálfheldu. Hér er útgangurinn y, hliðtengdur við A, sem sagt A plus y og svo er B raðtengt hérna við. Nú, þannig að hérna höldum við svo áfram, við erum búin að skoða E-liðinn. Nú skoðum við minnisrásir. Þegar við teiknum norminnistátt, þá teiknum við norhlið og höfum sett á neðri inganginn á minnistættinum. En Q og Q0 er alltaf á sama stað, aðalútgangurinn Q er hérna ofanverðu og Q0 er að neðanverðu. Og resetið er þá hérna ofanverðu á norflip-flopnum. Og óæskileg staða innganga er ef að háttgildi er á báðum inngöngum, set og reset. Þá verður staðan á útgangunum þvingast báðir í 0, bæði Q og Q0.
Við skoðum hins vegar NAND-minnisþáttinn. Ef að vera spurt hann, þá teiknum við upp í staðinn 2 NAND-hlið og þá skiptist staðsetning á set og reset. Set núna á efri innganginum á minnisþættinum. Q og Q0 alltaf á sama stað. Aðalútgangurinn, Q-ið alltaf að ofanverðu, Q0 að neðanverðu hérna, en set að ofanverðu og reset að neðanverðu. Og óæskileg staða innganga, hér 0 sem að skiptir minnisþættinum, NAND-minnisþættinum, þannig að það óæskileg staða ef að 0 á bæði set og reset. Og þá þvingast báðir útgangarnir í háttgildi. Báðir Q og Q0 útgangarnir þvingast í háttgildi. Nú, ef við höldum áfram, hér erum við með töflu úr einu verkefninu hjá okkur þar sem við vorum með teljara. Og við getum fengið láta hann telja upp í ákveðna tölu og með því að tengja hlið með 4 inngangum, svona AND-hlið með 4 inngangum, þá getum við fengið háttgildi út við ákveðna tölu eða ákveðið tölugildi þegar búið að telja upp í ákveðna tölu. Eða að framleiða einhvern ákveðin fjölda af einhverjum í hlutum. Nú, hér beðið að komi háttgildi út úr sannleikatöflunni við tölugildi 10 og 14. Og það sem sagt á sett inn í dálkinn fyrir útganginn, þetta y. Þá skrifum við háttgildi þar sem að tölugildi 10 kemur fyrir og tölugildi 14. Og munum bara eftir því að í byrjun þá 0. Við byrjum að telja hérna frá 0, þannig að fyrsta línan hérna 0 þegar allir bitarnir eru á 0. Síðan línanúmer, næsta lína fyrir neðan þá tölugildi 1 í tölkerfinu og náttúrulega í öllum hinum kerfunum. Og svo höldum við áfram 2, 3 og svo framvegis og við teljum alveg upp í 15 þegar allir bitarnir eru hérna háir. Þá getum við lagt saman gildið á öllum bitunum sem að gefur okkur tölugildi 15. En til þess að fá út tölugildi 14 þá háttgildi á bita D, C og B. Ef við leggjum þau gildi saman þá fáum við töluna 14. Og eins fyrir töluna 10 þá erum við með háttgildi á D og háttgildi á B vegna þess að það hefur gildi 8. D-bitin hefur gildi 8 og B-bitin hefur gildi 2 og þá gefur það okkur töluna 10. Og eins erum við náttúrulega búin að telja hérna upp í 10 og þá gefum við háttgildi hér líka. Og þá merkjum við þessa stöðu hérna inn á hliðið eins og við gerðum í æfingunni. Þá setjum við þegar 0 á A, þá tengjum við andhverfan útgang við Q-ið á A sem Q0 og þá merkjum við A með neitun. Því að ef það 0 á aðalútgangi Q fyrir A, minnisþáttinn, að þá andhverfi útgangurinn Q0, hann með háttgildi. Þess vegna merkjum við A með neitun.
Síðan kemur hérna B, hann með háttgildi hérna, þá skrifum við bara B. C með 0 hérna, þannig að þá erum við að merkja C með neitun. Þá tengjum við andhverfa útganginn á C. Þá hann með háttgildi. Og D, það með háttgildi, það tölugildi 8. Þannig að það háttgildi. Og þegar að talan 10 komin í talningunni, þá eru allir inngangarnir hérna háir á andliðinu og þá fáum við háan út. Getum kveikt á einhverju prófi eða ljósdíóðu eða einhverju slíku. Skoðum þá tölugildi 14 og ég segi hérna skrifaðu við þessa 4 innganga á andliðið eða á þessum báðum andliðum hvaða bita A, B, C og D eða andhverfa útgangana A0, B0, C0, D0 til þess að fá tölugildi 10, sem sagt, fá háttgildi við tölugildi 10. Það erum búin að fara yfir hérna, eða fá háttgildi við tölugildi 14. Og þá skoðum við tölugildi 14. Þar erum við með 0 á A, þannig að það þýðir að við þurfum að tengja við gagnstæðan útgang, Q0, og þá merkjum við neitun fyrir A. Neitun á A-ið. Og hins vegar þá erum við með háttgildi á B, C og D. Já, og þá ef við leggjum saman gildi á öllum bitunum sem eru með háttgildi, sem sagt B, C og D, að þá fáum við tölugildi 14 og þá allir með háttgildi þessir inngangar hérna á andliðinu og þá kemur hár út við tölugildi 14. Og þá segjum við þetta gott þessa yfirferð yfir æfingapróf 2, fyrir próf 2.